Það alltaf nóg að starfa hjá börnunum í þorpinu Ndena. Djúpa, farðu með Bondíu systur þín og sæktu vatn í brunnin. Verði fljótar og munið að slóra ekki á leiðinni. Okkur vantar vatn með matnum sem verður tilbúin þegar þið komið tilbaka. Og systurnar Djúpa og Bondía sem eiga heima ásamt fjölskyldu sinni á eyjunni Kaniabat í Vestur-Afríku leggja strax af stað og taka með sér ílát undir vatnið. Djúpa, sem aðeins 11 ára gömul, á að sækja vatn í stóra fötu sem hún ber á höfðinu, en Bondía, systir hennar, sem aðeins 7 ára gömul, tekur með sér lítinn brúsa. Það dágóður spölur í gegnum skóginn niður af vatnsbólinu og það sem systurnar á ferðinni heyra þær í pappa sínum sem syngur við vinnuna. Faðir þeirra, Humprito, hæst upp í pálmatré þar sem hann að koma fyrir ílátum til þess að safna safanum úr pálmatrénu. En úr safanum búið til pálmavín, eða réttara sagt, safinn breytist í pálmavín leið og hann kemur í ílátin þar sem hann gerjar þegar í stað í hitanum sem ætíð ríkir á þessum slóðum. En það eru fleiri að störfum í skóginum en pappi í pálmatrénu, því skógurinn iðar að lífi og maurarnir unna sér aldrei hvíldar við sín störf. Það eins gott að gæta hvar maður stígur niður, því þó iljarnar séu þykkar á þeim Djúpu og Bondíu, þá ná maurarnir að bíta illilega ef ekki fari nógu varlega. Þær nálgast nú vatnsbólið og enn eru ílátin létt að bera. Og hér eru þær komnar á leiðarenda. Það ævinlega mikið að vera við vatnsbólið. Þangað koma menn að þvo ílátin sín og börnin njóta þess að fá sér frískandi bað. Djúpa og Bondía hefjast þegar handa við að fylla fötuna og brúsan af tæru lindarvatninu sem streymir þarna upp úr jörðunni við skógarjaðarinn. Það sem sérstakt við þetta vatnsból að það fer á kaf á flóðinu og því einungis hægt að sækja í það vatn á fjörunni. Hvergi þó eins gott vatn á eynni eins og hérna og því ekki einn dropi látin fara til spillis. Það eru því margir sem koma hingað að sækja sér drykkjavatn og víla ekki fyrir sér að ganga jafnvel nokkra kílómetra með þungar byrðar á höfðinu. Djúpa og Bondía eru nú tilbúnar að leggja af stað heim á leið. Djúpa hjálpar systur sinni með brúsan og finnur sér síðan stað þar sem hún á auðvelt með að hagraða fötun á kollinum. En ofan á hvirfilinn setur hún klút sem varnar því að fatan meiði hana. Pabbi alltaf jafn ánægður upp í pálmatrénu en hann hefur séð til systranna og hugsað sér gott til glóðarinnar að fá vatnssopa til að svala þorstanum.
Á leiðinni tilbaka fara stúlkurnar styttri leið í gegnum skóginn. Pabbi nú kominn niður á jörðina en þar sem stúlkurnar fara fram hjá einum kofanum sér kona til þeirra og biður þær að gefa sér vatnssopa. Þær stansa þó ekki lengi og halda áfram í gegnum skóginn. Þó skógarstígurinn sé ójafn, þá slettist ekki dropi upp úr fötunni hjá Djúpu. En það engin hætta hjá Bondíu sem með lokaðan brúsa. Þegar stelpurnar koma heim pabbi þegar kominn á undan þeim og hann biður Bondíu þegar í stað að gefa sér að drekka. Hann segir Bondíu síðan að setja vatnsbrúsann í skuggann svo vatnið haldist lengur svalt. Á meðan systurnar voru í burtu að sækja vatnið mamma þegar búin að elda og stelpurnar fá laun erfiðisins.